Benni, til hamingju með sigurinn. Hvað vann leikinn í kvöld? Ég held bara að verið svona bara tölur getumunur á þessum liðum hérna og bara eðlilegt, þetta er nýtt lið. Þetta er bara verið að byrja með kvennakorfuboltann aftur sem er bara frábært og það er svona, ég veist bara það er standa sig bara vel miðað við að það sé að endurvekja liðið en ég held að bara getumunurinn hafi verið full mikill þannig að við unnum þetta frá nokkuð samfærandi. Þið spiluðu nokkuð samfærandi vörn allan leikinn. Getur þú talað var það einhver áhersla fyrir leikinn? Nei, við erum náttúrulega að reyna bara að reyna að auka ákefðin í vörninni hjá okkur og bursi frá við hverjum við erum að spila. Við erum að reyna að spila bara stífa maður og mann vörn sem svona þröngar mistök hjá andstæðingunum og sóknin hinum með fær að hafa fyrir því. Það er bara eitthvað sem við erum að vinna í, eins og ég segi, bursi frá við hverjum við erum að spila á móti. Þannig að það var engar sérstakar áherslur á móti ÍR hérna í kvöld. Næsti leikur ykkar er á móti Grindavík heima. Hvernig þið standa fyrir þann leik? Er það undirbúið eitthvað sérstaklega fyrir þann leik? Nei, þetta er bara, við erum bara á þannig stað núna að við erum eiginlega bara að reyna að bæta okkar leik. Það er margt sem við þurfum að vinna í, eins og varnarleikurinn, sóknarleikurinn líka, hann er ekkert orðinn almennilega smurður eins og við viljum hafa hann. Þannig að við erum bara svona að reyna, við skoðum aðeins andstæðingana og höldum vídeofundi og svona, en 98–99% tímanum erum við bara að vinna í okkar hlutum og reyna að undirbúa okkur fyrir vonandi skemmtilega úrslitakeppni þegar það er að kemur. Bara frábært að sé alveg úrslitakeppni í fyrstu deild kvenna. Og eins og ég segi, bara frábært að fá nýlið inn, allt og mörg félög sem eru bara að hugsa karlabolta sinn og það er miklu meiri bragur yfir félögunum. Þau eru með karlalið og kvennalið og eru að reyna að gera vel báða megin, þannig að ég get ekki annað að hrósa bara fyrir þetta. Takk fyrir það.